Og áframhöldum með föstudagsþáttinn og nú ætlum við yfir á Hauganes. En þar allt að gerast. Þeir eru komnir til mín. Maður segir ekki feðgar heldur, hvað heitir það þegar það afasonur? Heitir það eitthvað? Það eitthvað fyrir hugtak? Við erum eiginlega bara bræðir, sko. Já, sko. Ó, byrjum við búin í. Erum við bræðir? Simmi, sko, svolítið fúlla því að nánast alltaf þegar við fáum fólk í kynningar þá heldur að við séum bræður, sko. Ég veit ekki hvort að ég lít út fyrir að vera svona gaman þegar hvort það sé öfugt. Sko. Elvar og Sigmar Já. Og þú ert afans. Ég er afans. Eða það ekki? Já. Þó þú sért svona hrikalega unglegur. Heyrðu, á Hauganesi er magnað að koma á Hauganes í pottana og veitingastæðin og svo í hvalaskoðun. En ef þú segir okkur aðeins, Elvar, fyrir 5 árum, hvað var þá í fjörunni hjá þér? Þá var bara fjaran eins og hún hefur verið í mörg hundruð ár, sko. Já. Ósnortin og hérna Hauganes var bara lítill staður og var eiginlega svolítið að verða bara svefnbær, sko. Já. En pabbi Simma, Aðalsteinn, markaðsstjórinn hjá mér í Ektafiski og hvalaskoðunin á Hauganesi. Já. Og það er svona eiginlega upphafið að honum að kenna. Hann fékk þessi hugmyndum að setja tjaldsvæði í mýri þarna sem að engum dætti í hug að gera neitt með, sko. Já. Og pottana og veitingahúsið, ég átti nú kannski meira í því. En síðan er þetta búið að vera bara fullt af fólki að reyna þarna í gegn alltaf. Af því að þú varst mest í hvað, fiskvinnslu? Ég var bara í fiski, sko. Já. Já. Sjómaður í 100 ár. Sjómaður í hátt í 30 ár og bara fiski. Hvernig leistir á þessa hugmynd þarna þegar hann Aðalsteinn? Ekkert. Nei, bara, hvað er þetta spá? Já, ég þurfti 2 ár til að bara hugsa og jafna mig á því, sko. Já. En svo fór hlutirnir að gerast. Já. Byrjuðið á tjaldstæðinu? Og þetta byrjaði þannig að það er hægt að hafa veitingahús á Hauganesi vegna hvalaskoðunina sem er svo elsta starfandi á landinu og er að sópa þessi fólki undanfarin ár, alveg hreint hellinga fólki í þúsundavís. Þess vegna var þetta hægt að því það var komin trafík? Af því það var komin trafík, sko. Það var tjaldstæði. Það er stóra málið. Og svo koma pottarnir og veitingastæðurinn og þetta er alveg bara ævintýri líkast að koma. Já, þetta er bara orðið mjög skemmtilegt og Árskógsströndin öll, sko, hún er svo fjölbreytt orðin, bjórböðin á Árskógssandi, veitingahús þar og bjórframleiðsla og allt þetta á Hauganesi. Fólk hefur bara nóg að gera ef það kemur hérna með húsbílinn eða tjaldið. Og Sigmar, þú hefur tekið þátt í þessu ævintýri öllu. Já. En hvað varstu gamall fyrir 5 árum? Ég var 15 ára. Já, þú manst þetta allt. Já, ég man þetta allt. Og þú býrð á Hauganesi, þið báðir? Nei, ég bý á Akureyri en ég er bara meira að minna allavega öll sumur síðustu ár. Út á Hauganesi bara að hjálpa á. Og hvað ertu mest að hjálpa við? Sko, ég er bara í öllu, sko. En ég hef mikið sérstaklega í fyrra að vera að taka hópa af túristum og fara með þeim í gegnum söguna á fyrirtækinu og bara segja frá staðnum og leiða þeim að smakka hákall og það er alveg rosalega gaman að sína. Og það er bara mikið að gera í svona hópa heimsóknum á stað? Já. Það var mjög mikið, sko. Er það fólk sem fer þá líka í hvalaskoðun kannski, eða? Já, þetta helst yfirleitt allt saman í hendur, sko. Þessi veitingastæðurinn og kynningin og síðan hvalaskoðun. Og hvað er svo hægt að borða á veitingastæðunum? Það er langur listi. Það er langur listi, ekki bara fiskur? Nei, það er kjúklingur og kjöt og allt á góðu verði. Við pössum það. Og svo er svona ævintýrlegt fjölskyldu svæði þarna, eða svona leiksvæði ekki fyrir framan, eða misminnir mig? Það er bara svona grasballi þar sem að krakkar geta leikið sér og bara alls konar, sko. Já. En svo þurfum við aðeins að nefna líka þessar uppákomur varðandi pottana, því að nú er þetta þannig að það bara vera, byrjuðu þarna 3 fiskikur, eða ekki? Já, byrjaði bara 1. Byrjaði bara 1, og svo bættist við af því það var bara svo mikið að gera. Já. Og svo í fyrra var það ekki sem að þú byggðir þetta fína þarna skip. Já. Það er nú algjör snilld. Já, það er mjög gaman. Og þarna leistu bara að renna vatn í dag og nætur. Já. Fólk borgaði 500 kall eða eitthvað. Já. Í bauk eða inn á veitingastann. Á Bakkala, já. En svo er alltaf svona einn og einn innanum. Eitthvað skemmt epli. Já, ég held að væri hægt að hafa þetta opið bara allan sólarhringinn. En það kemur bara í ljós að það er ekki hægt. Það er að koma hópar sem eru bara að svína út og með fyllirí og með tilheyrandi háaði fyrir nágrannan og ónæði, sko. Það er ekki hægt bara að bjóða upp og þannig að núna náttúrulega kastaði alveg 12 fyrir 3 dögum þegar að við bara náðum upp á víti og manni stela úr peningakassan.
Er það komin eftirlitsmyndavél eða bara? Já, það eru búin að vera síðustu ár, sko. Já. En það, ég ætlaði nú ekki að hafa þá, var ekki með það fyrstu árin, en maður verður bara öryggisins vegna bæði fyrir gesti og svo bara til að fylgjast með skemmdarverkum. Já, þannig að þessi aðili kannski náðist það þýmst að Já, lögreglan er komið með þetta. Já, það það bara ágætt að koma því á framfæri. Það eftirlitsmyndavél og bara vinsamlegast hægðu ykkur. Já, og það búið að vera skilti sem segir það, sko, alveg síðan ég setti hann upp. Já. Ekki, samt og það er aðalega bara til að verja venjulegt og gott fólk sem að kemur þarna og er dásamlegt að fylgjast með þegar pottarnir eru fullir og krakkar í sandinum og fólk að syndi sjónum. Frábært. Fullt af lífi þarna niður í þessari fjöru. Alveg magna, sko. Ég frétti að fólki sem fór á daginn og það var bara sko þéttsetið í öllum pottum og út í sjó og allstaðar. Þetta er magna. Dásamlegt. En það verður opið á framsæðsagt á daginn og til 10 á kvöldin og svo bara lætur buna kalt vatn. Já. Þá er fólk kannski ekki eins mikið að... Ég hugsa enn ekki að vera hún í köldum pottum. Nei. Vonandi ekki. En svo er náttúrulega COVID búið að koma og setja smá strik í reikningin hjá ykkur eins og öðrum. Já. En hvernig lítur sumarið út? Við erum nú bara nokkuð hressir með það, sko. Það byrja mjög vel, við opnuðum Bacalá núna í byrjun maí. Já. Og það er búið að vera fullt mörg kvöld, sko. Já, og þurfti að vísa frá. Já. En bara svona sem dæmi hvað áhrif þetta er að hafa að við vorum komið með bókanir fyrir mars og apríl 1300 manns. Í mat og kynningu sem við myndum taka í kynningu í fiskhúsinu og svona og svo í Hvalaskoðun. Og við fengum 25 manns af því, fyrsta hópinn og svo bara búið. En svona sumarið framundan var bókað mikið, mikið farið í júní til dæmis afbókanir? Já. En júli og ágúst kannski er ennþá smá? Það hangir inn ennþá en ég bara ger ekki ráð fyrir erlendum túristum í ár. Ef þeir koma þá er það bara... Hafið þá reyndar svona snúa markaðssetningunni átt meira að Íslendingum? Já, algjörlega, Ég allavega hvet fólk til að kíkja á Hauganes. Það er ævintýri líkast. Smakka matinn, kíkja í pottana, hitta ykkur og fá bræðslu. Já, Takk kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn, Elvar og Simmi. Símar. Kallaði Simmi? Já, ég kallaði Simmi. Takk fyrir að gangi ykkur vel. Takk.